Haustlínan lent frá Clean Cut Copenhagen. Taktíkin unnin í samstarfi við Jós. Taktíkin í boði Lemon á Akureyri. Let's go! Já, velkomin aftur. Við höldum hérna áfram í taktíkinni. Gunnar Örvar mættur hérna til mín. Leikmaður Magna, þeir héldu sér uppi í inkassodeildinni og ég verð bara að byrja á því. Til hamingju með það. Takk að kærlega fyrir það. Þó þegar nú vissulega kannski ætlaði ykkur aðeins meiri og stærri hluti að þá hugsa maður þetta kannski þannig að ef þið hefðu verið í einhverju miðjubaráttu þá hefði verið spenna í síðasta leiknum en þið voru bara að spila úrslitaleik. Já, þetta var náttúrulega að sjálfsög ætluðu okkur miklu stærri hluti en þetta en úr því sem komið var þá held ég að við getum verið nokkuð sáttir og skemmtilegt að klára þetta í seinasta leiknum. Og þetta var nú ekki smá síðasti leikur, þetta var bara hreinn úrslitaleikur á móti IR á útivelli. Hvert var uppleggið í leiknum? Það var bara frekar einfalt, það var bara að vinna leikinn sko. Það var ekkert mikið annað í stöðunni sko. Við bara þurftum að vinna hann leik og svo betur verið gerðið við það. Þú skorar fyrsta markið, kemur ykkur yfir og hugsa maður, jæja, nú bara að bakka og halda þessu, en það komið fleiri mörk í leikinn eftir það. Við ætla að eiga það til svolítið útivelli, ef við fáum á okkur mark þá kemur annað bara nokkur myndir seinna og það náttúrulega gerist í þessum leik, en sem betur fyrir náðum við markið þarna fyrir hálfleik og náðum að stilla okkur aðeins á í hálfleiknum og koma sterkari í seinna leikinn. Og þú jafnar metin og þá allt í játtum. Já, þá var þetta þannig að það væri bara eitt mark sem myndi skilja þetta og það sem betur verið kom frá Sigga. Þið skorið fyrsta markið, lendið svo undir, hvað á sér stað þarna í hálfleiknum? Sko, við vorum í rauninni bara frekar ósáttir með fyrri hálfleikinn sko. Það sem að við fengum eins og við segja á okkur 2 mörk bara á, veit ekki, 2-3 mínútum hana. Og vorum einhvern veginn ekki alveg að finna taktinn, fannst okkur, en svo náðum við að stilla okkur aðeins í hálfleik og náðum að spila bara helviti fínan seinni hálfleik. Og þetta hlýtur að vera dálítið mikið léttir að halda sætinu, það sé þetta byggja ofan á það en þau þurfa ekki að fara niður og þurfa að reyna að fara aftur upp. Já, algjörlega. Það mjög mikilvægt fyrir klubbinn að halda sér í inkassodeildinni þar sem að það planið á næsta árum bara að stablera sér liðið í þessari deild, allavega til að byrja með og svo bara sjá til með framhaldi. Og líka eins og gerist núna, þið byggið stúkuna og það uppbygging á svæðinu og stendur til að bæta eitthvað ennþá í. Já, það núna í plönunum að hvort það sé byrjað að byggja svona klefahús sem verður þá hérna nær vellinum heldur í sundlaugin, þannig að við þurfum ekki að loka hálfu bæjarfélaginu til að spila leiki. Þannig að það á eftir að vera stór plús og gera mikið fyrir þetta. Og líka bara fyrir leikmennina að geta búið til svona klefastemmingu, hún skiptir máli. Vantar að vera ekki með sin eigin klefa og geta geymt rastleysi þarna og það vera inn í sundlauginu og gestir hana með og það getur verið svolítið sérstök stemming stundum. Já, það hlýtur að vera það, meðan menn að binda á sig kútana og leiðinni út í sundlaugina. Já, það hefur gengið en þetta ætti nú að vera betra núna á næsta tímabili þar sem að þegar við fáum þetta hús hana með klefum og öllum græfum í. Þú hefur nú farið víða, þú byrjaði ferilinn með KA, ferðið verið í Þór og núna Magna. Hvernig þú berð svona saman þessi lið? KA og Þór eru bæði náttúrulega mun stærri félög heldur en Magni sko, en ég veit ekki hvað ég segi meira það. Það er ótrúlega skemmtilegt að vera í Magna Greinvík. Það er mikið stemming hérna, það vilja allt fyrir maður að gera. Eins og maður segir bara fjölskylduklúbbur í rauninni. Og nú liðið og leikmennirnir komnir með reynslu í inkassodeildinni og þannig að næsta tímabil maður ímyndar sér að það hljóta að vera allt öðruvísi. Já, það verður allt öðruvísi, en það eru einhverjir leikmenn sem maður hefur ekki spilað í þessari deild áður og fá náttúrulega hellingsreynslu út af þetta tímabil, sama hvernig það svo sem gekk sko, en það verður, næsta tímabil ætti að vera mun sterkara fyrir okkur. Það eru hellingsgæði í þessum hóp. Já, það eru það sko, og við náttúrulega settum planið á miklu hærra en þetta 10. sæti sem við endum í sko, en úr þessu komið ár þá erum við mjög sáttir með þetta. Hvernig svona, ef við förum yfir þinn feril, hvert stefnir þú? Ég bara veit það ekki, en stað núna þá bara ætla ég að taka mér smá pásu eftir sísonið og svo þarf ég bara að setjast niður með köllunum hana og ræða málin. Hvort að ég samningslaus núna, þannig ég þarf bara að skoða mín mál.
Þú skora 9 mörk á tímabilinu og markahæsti maður liðsins, þannig að það munar heldur betur um það. Já, það gerir það örugglega sko. En eins og segi, þá þurfum við bara að fara yfir þetta aftur núna á næstu vikum og sjá hvað gerist. Maður verður að spyrja ykkur, voruð þið aldrei farnir að efast þetta, að þið næðu að halda sætinu? Nei, ekki ég allavega. Við vissum alveg það hefur alltaf verið gaman að koma að einhver, alltaf stemming í hópnum, það hefur ekki farið eins og ástundum til að gerast svona undir lok tímabils, farin menn að ekki með tæðingar og einhver pirringur, en það var aldrei þannig, menn höfðu alltaf trú á þessu sem við ætlum okkur að gera og það skilaði sér. Það kannski nákvæmlega það sem að þurfti því líka, ef maður horfði í þessa leiki sem þið áttu eftir, að það voru þetta lið sem að þið áttu alveg geta sótt stig á móti. Já, það voru lið þarna sem voru í kringum okkur í þessum seinustu þremur leikjum, töpum á móti Njarðvík þarna og vinnum svo fram og ÍR, þannig að það var hellingi séns í þessu ennþá og við vissum að við getum þetta. Fögnurinn eftir leik, hvernig, við ferðaðist með okkur í gegnum þetta, hvernig var tilfinningin þegar maður flaut það loksins af? Það var svona gæsræring einhvern veginn, maður var bara fullt af fólki hlaupandi inn á völlinn þarna og þetta var gríðarlega skemmtilegt. Léttir, við erum loksins búin að klára þetta. Þetta var alltaf svona eins og þið værið að vinna eitthvað, eins og þið værið að segja eitthvað. Já, það var það sko, því að við náttúrulega vorum búin að setja okkur í nánast bara ómögulega stöðu þarna á tímabili. Við vorum held ég einhverjar 10-11 mínútur úr fallsæti á sísoninu. Þannig að þetta var gríðarlega sett. Myndirðu mæla með því fyrir unga leikmenn hérna inn á Akureyri að koma og spila með Magna? Er þetta... Já, alveg 100%. Þú sér bara eins og Bjarna Aðarsteins og Binna sem kom frá KA, spila báði gríðarlega mikið og stórt hlutverk í liðinu og græði alveg helling að því. Fá hellingsreynslu sem er mjög dýrmætt fyrir á þessum aldri. Þetta getur bara verið þvílíkur stökkpallur fyrir leikmenn sem eru ekki endilega kannski að komast inn í hópi í Pepsi-deildinni að ná einu svona góðu tímabili, getur bara skipt öllu máli. Algjörlega sko. Eins og Bjarni spilaði frábærlega í allt sumar og hann reiknaði með að fá einhvern stærri séns á KA næsta tímabili. Það er náttúrulega þessi ungi leikmenn er að leitast eftir þegar þeir eru að gera samninga. Það er ekki endilega peningurinn, það er spiltíminn. Nei, það er það, já, algjörlega. Og á að vera svoleiðis. Bjarni og Binni og þeir fleiri sem komu frá KA og stóðu þessu bara frábærlega. Græði hellinga á þessu tímabili. Ert þú sáttur með árangurinn svona úr því sem kom með þér? Veistu, úr því þeirri stöðu sem við vorum í þá er ég með sáttur sko. En við náttúrulega ætlum okkur að gera betur. Það er alveg 100% og við stefnum á það á næsta ári. En eins og þessi úr því sem komið var þá getum við ekki annað verið sáttir að halda sætinu okkur í deildinni. Það er bara ný markmið og nýtt tímabil. Já, algjörlega. Frábært, takk hérlega fyrir spjallið Gunnar. Kíkjum yfir auglýsingar og hérna eftir þær kemur Andri og ætlar að spjalla við okkur skák. Sönvill föt í úrvali. Taktíkin er unnin í samstarfi við Jóðum Jóð. Taktíkin er í boði Lemon á Akureyri.